Já, Íris, þið sluppuð inn í úrslitakeppnina ef svo má orðið kamast og það mæntalega, mikið hjúkett eins og maður segir. Já, þetta leit nú ekki vel út á tíma hjá okkur en þetta var í okkar höndum í lokin sem betur fer, við ætlum ekki að treysta neinn annan og við sýndum bara að við í þessum leik að vættum heim í úrslitakeppninni, við börðumst fyrir honum og erum bara mjög spenntar að mæta Haugum. Haukar náttúrulega fyrir þetta einvið, þeim verður spáð einhvern veginn auðveldi rimmu, þið gerir eitthvað væntanlega grein fyrir að þeir að fara inn sem einhver svona lítilmagni. Já, það býst engi við að við sem að fara að vinna sko. En við erum ekki komnar þetta langt til þess að vera bara með, heldur ætlum við okkur að gera eitthvað þarna, en þetta verður ekki auðvelt, þetta verður rosalega erfiðir leikir, en við þurfum bara að slípa okkur saman og spila af jafn miklu hörku og baráttu eins og í Keflavíkurleiknum til þess að ná góðum úrslitum á Haugum. Hvernig meturðu stöðuna hjá Grindavík að vera farandi inn í einvið kannski út frá þessum 4 deildaviðureignum sem þið spiluðu við Haugana? Við höfum aldrei unnið þær, en við unnum einu sinni í bikarnum. Það var mjög mikilvæg leikur, þannig að við erum bara fulla sjálfstraust og við ætlum okkur að breyta þessu, breyta deildinni, úrslitunum eins og voru í deildinni, þannig að vonandi náum við að gera það. Það vantar allavega ekki reynslunni í hópin eitthvað. Þeir eru með nokkra vel sjóaða leikmenn sem ættu að þekkja þetta. Þetta er engin nýlunda. Nei, við erum margar sem eru búin að spila margar svona leiki í úrslitakeppni og sumar hafa orðið Íslandsmeistarar og það er eitthvað sem ég á eftir og ég hætti ekki í körfubolta fyrr en ég næði, þannig að vonandi kemur að þessu tímabili. Gangi vel með það, Íris, og góða skemmtun. Takk.